Auðvitað ánægjulegt að sjá það að Ísland enn í fyrsta sæti þegar kemur að jafnrétti kynjanna og ánægjuleg tíðindi og auðvitað að fagna því, en samt að sama skapi að vera alltaf að fylgjast með og passa upp á að við höldum okkur á þeim stað og bætum okkur enn betur. Og ástæðan fyrir því að við séum svona ofarlega held ég að sé þetta rekja í nokkra þætti. Fyrsta lagi held ég, og ég vil nefna, að ég held að það að þessi mikla atvinnuþátttaka kvenna kemur að sjálfsögðu út af því að við höfum verið með mjög lágt atvinnuleysi hér til margra ára og það hefur bara þurft allar hendur til að sinna þeim verkefnum sem hafa verið í boði. Og ég held að það gerir það verkum að við séum að koma vel út, enda það einn af mælikvörðunum og það hefur líka ýtt á okkur að byggja upp nokkuð sterka innviði, til dæmis þegar kemur að barnapössun og svo framvegis sem til dæmis ekki til staðar. Við höldum að sé sjálfsagður hlutur, það bara ekki til staðar. Og til dæmis líka menntun kvenna, við höfum ýtt undir það og það hefur verið alveg jöfn tækifæri þar til margra ára. Allt þetta, þessi innviðir sem hafa verið byggðir upp og hafa stutt við það að atvinnuþátttakan hefur verið mikil. Og síðan náttúrulega má ekki gleyma því að við eigum á svolítið sterkar fyrirmyndir þegar kemur að konum, bæði bara úr Íslendingasögunum og auðvitað var Vigdís Finnbogadóttir frábær fyrirmynd fyrir mína kynslóð. Og ég tala mjög mikið fyrirmyndir og ég held að þær séu afar mikilvægar. En það sem náttúrulega sorglegt samt að sjá að ennþá erum við að tala launamismun kynjanna og mér finnst það hafa gengið kannski of hægt og mér finnst það hafa gengið of hægt að breytast og ég held að þetta væri eitthvað sem að kannski einhver fyrirtæki þyrfti að gera í áföngum og þess vegna hefði ég viljað sjá okkur þróun í þessu og mér finnst hún ganga of hægt. Við hjá Íslandsbanka erum að vinna að jafnlaunavottun og það tekur reyndar, þetta heilmikið verkefni ef það á að gera þetta almennilega og ég vona svo sannarlega að það komi vel út hjá okkur. Ég held að þetta sé bara hlutur sem að allir stjórnendur verða alltaf að hafa í huga. Ég held ástæða þess að við stöndum svona framalega eins og könnun World Economic sýnir og höfum gert undanfarin ár einfaldlega hversu langt við erum komin þó í jafnrétti kynja. Þar ber þetta höfuð yfir aðra þætti mikil atvinnuþátttaka kvenna. En okkur hefur mjög miðað í rétt átt í öðrum þáttum eins og varðandi minnkandi þá launamun þó okkur hafi ekki tekist að vinna bug á honum að fullu. En þar mikilvægt að við erum þó að stíga mjög merkileg og mikilvæg skref í þeim efnum eins og til dæmis vinna í kringum jafnlaunastaðal og að við erum svona sífellt að kortleggja betur í hverju þessi launamunur getur það falist. Og það hlýtur auðvitað að vera markmið okkar að við náum að útrýma honum að fullu. En ég held að það sé mjög mikilvægt í þessu samhengi að átta okkur á því hversu miklu það hefur skilað okkur sem þjóðfélagi þessu samhengi, þessi miklu árangur. Mikil atvinnuþátttaka kvenna skiptir gríðarlega miklu máli fyrir íslenskt hagkerfi. Mjög mikilvægt að okkur takist að viðhalda og byggja ofan á þessa þróun eins og hún hefur verið. Þannig að þetta bæði mikilvægt jafnréttismál en ekki síður bara mikilvægt efnahagsmál að við höldum vel á þessum málum og að jafnrétti kynin búi við jafn tækifæri til framtíðar.